Velkomin í þessa ferð íslenskan skóg, þar sem náttúran hjálpar okkur að tengjast í umhverfinu. Já, hérna erum við stödd í skóginum í Þjórsárdal sem mikið af furutrjám og nálætan hérna á furutrjánum eru græn allt árið. Þau eru alveg sérstaklega hönnuð til að vera á köldu loftslagi. Það er eins og Skandinavíu og það verður sáð mikið og það er sett út af furutrjám hérna í Þjórsárdal. Við getum spurt okkur hvað það merkir það að túlka náttúruna. Hvernig breytir skilningur okkar á skóglendi þegar við einblínum á smáatriðin. Náttúran kennir okkur ekki bara að sjá náttúran sem bara einhvern safnar hlutum, heldur sem lifandi vef sem við erum hluti af. Það er svo gott að heyra fuglasönginn og finna hvernig skógurinn skapar skjól fyrir aðra lífverur eins og fuglana, búa til hreiður og fjölga sér. Það er svo yndislegt að finna lyktina á harpöxnum sem kemur þegar það er búið að stera greinarnar af, sem er ofsalega góð lykt. Harpöxin er á notaður líka í húsbyggingum utan á utanhúsklæðningar í Finnlandi og Svíþjóð sem fúavörn. Þannig það er einnig hægt að nota ýmislegt í trénu. Þetta er svona náttúrulegt sveppadrepandi efni. Mjög gott. Þetta er hægt að nota að búa til alls konar jólaskraut. Mamman eftir þegar mamma var lítil. Þetta sé ekki eins stórt eins og út í útlöndum. Það er hægt að búa til jólaskrautur þessu. Hérna er mosinni svo grænt teppi yfir. Svo fallegt hvernig þetta harmonerar allt saman. Það rennur harpöxin út. Það er svo yndislegt að vera í skóginum.